Aldís, hvernig hljóðið? Mikið gjamm? Já, mjög gott. Eigum þá ekki að fara að hefja þetta hérna hjá okkur? Sjá. Þá hoppum við bara hérna inn á byrjunina. Velkomin á upplýsingafund fyrir stórferðina. Þar sem við förum yfir hvað ferðin hvernig henni verður háttað, leiðarval, áhættur og aðstæður fyrir austan. Og svo sem tekur megin þoran af þessari kynningu hann Jón Garðar og svarar vonandi öllum spurningum. Við byrjum á því að fara yfir kynninguna, tala svæðið, leiðir, mögulegt veður og færð fyrir austan eins og hún í dag. Og svo svörum við spurningum hérna úr salnum og svo seinna á streyminu sem ég vona heyrist eitthvað í. Hérna, Aldís, þú kannski lætur mig vita að það heyrist ekki. Mér sýnist að það fólk inn á hinu streyminu. Já, ég var búin að setja í chat inn á því. Já, en þetta allt upptekið þannig að það verður þá birt seinna og það bara nauðsynlegt að fyrsta streymið klikki. Það að flokkaðu streymi. Það mjög gott að heyra. En já, það kannski eina sem ég fer yfir vilt þú tala mikið Jón eða á ég að tækla þetta? Ok, þá gríp ég þetta bara. Það heyra allir í mér ágætlega. Flott Það gott að fara yfir að Austurlandið stórbrotið og einstaklega fallegt og eflaust margir spenntir að skoða þetta meðal annars fleira. En þessi ferð, hún ekki skipulögð eða á ábyrgð klúbbsins, heldur bara skemmtun á föstudegi á ábyrgð klúbbsins. Allir ferðast á sínum eigin vegum og bera ábyrgð á sér og sínum, en auðvitað förum við vel á fjöllum og skiljum engan eftir. Og einmitt. Það einmitt með Austurlandið. Það skert þjónusta á svæðinu, eins og Jón Garðar varaði okkur við, að það ekki endilega opið í bílavarahluta-verslun og ef það opið á laugardeginum, þá ekkert víst að það séu 30 olíubrúsar fyrir fólk. Vesen á streyminu? Nei, það ekki vesen. Ég að deila við. Ég trúi ekki. Það hægt að klúðra öllu. Sjá. Nú fór það mynda hérna. Þetta ekki svona? Nei, þetta ekki að deila neina. Ertu nokkuð eftir á? Ertu ekki alveg Nú það rétt. Já, ok, glæsilegt. En já, sjá, einmitt. Varahlutir. Já, gott að hafa varahluti með sér. Þeir þekkja sína bíla. Sumir þurfa sveifarás, aðrir þurfa öxla. Sumir þurfa bara bjór. Í erfidrykkju. En einmitt, leiðarval austur. Það fara líklegast flestir yfir Vatnajökul og fara þá fram hjá Grímsfjalli og passa sig að fara ekki inn á Dyngjujökul eða ofan í Grímsvötn og þaðan niður Kottu bara Jón Garðar. Jón Garðar gerir kynninguna og ég held að sé réttar að ég sé bara innan handar. Ég þarf aðeins búin tilbaka bara. Ég ætla að kynna mig, þetta Jón Garðar, formaður Austurlandsdeildar Hjúkrunarfjórir. Og ég ætla að sjá einhverja kynningu hérna, svona aðeins að fara yfir þetta, hvernig þessi stórferð verður. Þetta er svolítið öðruvísi ferð núna í ár heldur en hefur verið. Við erum ekkert að skipuleggja beint ferðirnar sjálfar. Heldur erum við bara að skipuleggja þennan viðburð sem á Egilsstöðum og hefur kannski aðeins verið að tala það
hvaða leið á að fara og hvernig á að snúa sig í þessu og það datt upp þessi ferð með mér hingað austur og þá var ákveðið að halda þennan fund, reyna svona aðeins að ná einhverjum upplýsingum upp úr mér og ég hefði alveg skaman að því líka að heyra svolítið frá ykkur svona hvernig þið sjáið ferðalagi fyrir ykkur, hvað þið ætla að fara og hvaða leið þið ætla að koma og hvenær og svo framvegis sko. Þannig ég er mjög forvitinn að svona heyra svolítið það en ég ætla aðeins að fjalla hérna Austurend og hvað að sjá Austurandi. Þetta svo sem alls konar dót að sjá leiðinni, hvað gaman að sjá, hvað leiði farið svo sem en ég kannski meira að hugsa svona eftir að þau komin til byggða og til dæmis bara hvað var þetta að gera á föstudeginum og þá ætla ég svolítið að kannski tala að allir sem komu austur fara alltaf beint í Stuðlagil og svo í Vöku eftir sko. Þannig að því ekki að fá heimamenn í það með ykkur, það er alveg tæru, allt múið leið á því. En og svo var þetta með þjónustusvæðin og varahluti. Það er eina varahlutaverslunin á Egilsstöðum Bílan Aust og svo AB varahlutir með sem sagt þeir sameinast einhverju gerðutrabúð, Lífland eða djúvillig heitir þetta. Það er ekki Lífland heitt þarna, hvað er þetta? Munið ekki. Já, nákvæmlega. Það eru þessar tvær búðir og auðvitað er svo sem þeir reyna að standa sig velgreiðin en þetta er náttúrulega ef það bætast í 200 bilaðir jeppar á leiðinni yfir hálendið þá mega þessi lítil sko og þeir vita af ferðinni, sérstaklega er kannski fyrst og fremst að horfa á Bílanust og þeir vita alveg af ferðinni þannig að þeir svo sem og við komum til með að minnast á við að þeir fylli hillurnar allavega af olíum og frostlegi og svona einhverju dóti. En þeir hafa ekki nema því ákveði núna sko, hvaða hlutir bila hjá okkur sko. Rúpa einhvern öxlar eða hvað það er sem bila. Það er gott að vita það sko, strax. Þá er þetta að panta það. En þannig að þetta er alveg svo takmörku auðlind og ég veit ekkert AB varahlutir. Þetta var svona ákveðin breyting, sameinuðust þarna einhver svona Líflandbúð og þeir eru með eitthvað en það er ekki stórkostlegt. Hvað með hnippið og byrja að hafa algengustu fjörliðskrossa kannski aðeins meiri á? Já, það er verið að spyrja hvort að þetta hnippið og hafa svona algengustu krossanir. Hvað eru algengustu krossanir? Getur þú sagt með það? Nei. Ekki heldur nefnilega. Ég get alveg beðið að hafa einn Toyota Cross tilbúinn, sko, það er eitt mál. Þetta er svo flókið að velja einhverja íhluti, að velja einhverja varahluti og rauninni ef við pöntum ekki eitthvað þá væntanlega fara þeir bara eftir einhver sölukeyrur úr Reykjavík. Þannig að það er ekkert, þetta bara í raun og veru virkar ekki svona, allavega ekki í svona eftir því sem ég best veit. Ég ætla aðeins að fjalla svona stoðkerfin eða þannig, björgunarsveitir og heilbrigðiskerfi. Björgunarsveitir á Austurlandi eru þannig að það eru mjög margar. Það eru björgunarsveitir í hverju einasta þéttbýli og ég held að segja að í Múlaþingi séu svona fleiri eða eitthvað tvöfalt fleiri björgunarsveitir heldur en í Reykjavík. En þeim mun smærri þá sniðum í staðinn sko. Og það er björgunarsveit að hverjum einasta firði, þannig að það er alveg þekking og mikið af tækjum og mikið af dóti en þetta eru samt sem á svona litlar einingar, þannig að þetta er svona ekkert alveg grín alltaf það er mjög auðvelt að yfirleistaður ef eitthvað mikið gengur á, kemur fyrir. Og svo ætla ég aðeins að minnast á heilbrigðiskerfið og það er, ég veit ekki, maður er kannski svolítið nasti að vera að tala eitthvað illa heilbrigðiskerfið og það er alls ekki kannski markmiðið að tala eitthvað illa og sérstaklega ekki tala illa fólki sem vinnur í heilbrigðiskerfinu á Austurlandi. Þetta er þeir sem vinna á heilbrigðiskerfinu á Austurlandi eru sjálfsagt að standa sig frábærlega svona miðað þau umsvif sem þau fá sko. En vandamálið við heilbrigðiskerfið á Austurlandi er allt sem er ekki þar. Það er ekki sérfræðilæknar, það er ekki opin skurðstofa 24/7. Heilbrigðiskerfið okkar er fólk að leysa svona bráðatilvik og flugvélar og þyrlur. Sjúkraflug, Bæinn, Akureyri, þyrlur og svo nægir. Og þyrlusveitin er sjálfsög ekkert, já ég veit ekki hvað maður að segja, ekkert vona vilju að fara þangað, en allavega það eru umtalsvert fátíðari útgöll á þyrlusveitinni austur heldur en svona nær höfuðborgarsvæðinu. Og þannig að sko,
það er mjög auðvelt að yfirlista þetta kerfi. Þannig að ástæðan fyrir að ég er að nöldra þetta, ég ætla ekki að fara út í pólitíkinni í þetta, sko, heldur ástæðan fyrir því ég er að tala þetta bæði sko, heilbrigðið okkur sjálfum og bílunum okkar, sko, það bara bæði hvernig við ætlum að leggja af stað, hversu vel við ætlum að vera búin þegar við leggjum af stað, hversu vel bílarnir vera búnir, varahlutum og bara í nógu góðu lagi. Og ef við séum ekki að taka einhverja sénsa, við séum ekki að keyra 300 km hraða og stökkva fram að einhverjum hengjum og leika okkur svoleiðis, leika okkur eldinum. Það er ekki hægt á þessum slóðum, svona, sérstaklega ekki með svo stóran hóp, það er bara, það funkar ekki. Þó að sé gaman. Ég setti niður þetta ganni svona Leiðavali austur, Dyngijökull, Kverkvöll, Urðarháls, Dreki, Kárahnjúkar, Grágæsadælu, þetta er bara svona leið, eða svona örnetin sem ég ætla að vera að tala hérna, Snæfell, Fjallaskarð, Möðrudalur, Herðubreið og svo er náttúrulega síðustu kostirnir, það er bara Þjóðvegur 1 og svo bara Icelandair. Það er bara flugvél. Þeir sjá sér allt saman leiðir til þess að koma austur og ekkert að því. Og við ætlum aðeins að fjalla svona aðeins þetta hérna og svona hvaða leiðir eru í boði og hvaða leiðir eru svona þokkalega færar, hvað þarf að varast og svo framvegis. Ef ég kemur flugi, einhverju eitthvað til sölu þá fyrir austan? Það var að spyrja hvort að, þegar maður kemur flugi, það var að spyrja hvort að það séu jeppa til sölu fyrir austan, ég veit það ekki. Ég fylgist ekki vel með svoleiðis. Við finnum ábyggilega eitthvað þetta. Það er á öllum sveitabæjum og svona gömlu jeppanir sem menn er að gefast upp á, það er allt saman grafið upp stöðunni hólur og það hlýtur þetta að grafa upp eitthvað. Það sem ég ætlaði kannski að hamra á hérna eða svona minnast á hérna og ég hef heyrt svona ferðaplön dálítið margra og mér langaði til þess að hamra á því að menn séu alveg örugglega að áætla sér nægilega langan tíma í ferðina. Þetta er langt að fara og við vitum sem alveg þeir sem ætla að keyra með sig í jökul að þekkja það kannski flestir að hafa eftir keyrt yfir jökulinn á kannski 3 tímum og ekkert mál. Og svo 2 dögum seinna að keyra jökulinn á yfir 40 tímum. Og það þarf náttúrulega að reikna með þessu í ferðaplönum. Þannig að menn sitja ekki fastir í snjókafli og allir í ykkur geggjuðu partíi, eða ég einn í geggjuðu partíi í Valaskjálf. Þannig að ég ætla bara að hamra á því að menn sé örugglega að úthluta sér nægilega löngum tíma. Ég er engin veðurfræðingur sko, en ég hef pínu áhuga fyrir veðri og skemmtilegt fyrirbæri og ástæðan fyrir að ég er að minnast á þetta er það að það er óskaplega sjaldgæft að það sé sama veðrið yfir allt landið. Þannig að maður leggur af stað og ætlar að keyra þeim svo einu degi hérna austur eða suður eða austur eða á milli landshluta, þá hittir maður aldrei á gott veður alla leið eða vont veður alla leið. Og þetta er svona reglur sem maður hefur að hafa nýst mér alveg ótrúlega vel. Það er þessi setning sem ég set þarna. Mikil einföldum sem virkar ótrúlega vel. Að það er útkoma þess að vindur blæs af hafi og svo norðanáttin köld og sunnanáttin hlý. Þetta er þessar 3 setningar sem að gagnast manni alveg ótrúlega lengi í veðurfræði svona heilt yfir. Þetta segir mér kannski ekki nákvæmlega hvernig veðrið er en það segir mér samt svona ýmislegt og ef maður horfir svona þessa kortin þá er þetta í sjálfsögðu nákvæmlega þetta sem er að gerast þetta. Þetta er að blása á hafi og þar er útkoman þar sem að hitabreytingar að verða á loftinu. Sama gildir þetta eða svo sem á þessum báðum myndum. Og hérna kemur svo enn ein mynd sem að sýnir í sjálfu sér það sama, kannski ekki alveg eins grimmt. En þetta er bara veðurspárnar næstu viku. Þetta er svona eins og næstu viku verða og kannski skástu myndinni sem ég gat fundið sem að sýna þetta svona alveg svart á hvítu. Þannig að það gildir að sama með ferðaplönin. Ef að menn leggja af stað í Reykjavík í góðu veðri, það er kannski minnsta líkur á því, þá er allar líkur á því að veðrið taki einhverjum breytingum á leiðinni. Ég veit sem ekki hvaða veðri maður ætti að vonast eftir. Það er væntanlega svona norðvestan einhvers vegar sem væri sannlega skemmtilegast. Það er svona þokkalega bjart og kalt. Ég myndi skjóta það.
Ég ætlaði að minnast á þetta heiðursmannasamkomulag sem við gerum hérna í ferðum eða 4x4. Í svo stórum ferðum þar ríkja ákveðið samkomulag milli ferðalanga sem þannig að við aðstofum þá sem í vandræðum, þó að við þurfum aðeins að gefa okkur tími í það, slá af og gefa okkur smá stund í að hjálpa. Við erum félag og við ferðumst sem félag. Og í staðinn fyrir það, þá verða alltaf þeir sem eru á minni bílunum verða þá líka að sæta því í sjálfu sér að þeir sem komast ekki, eru bara einfaldlega ekki að drífa áfram, að þeir verða líka að þekkja sem nytjunartíma og hætta, snúa undan og fara heim þegar hlutirnir gangi ekki upp. Við ætlum svolítið ekki að óska eftir því að við séum dregin lengra inn í vandamálið. Það er svona kannski það sem ég er svolítið í að. Ég veit svo mikið hvort það sé hætt á því kannski akkúrat á þessa mundu þegar engin snjór í rauninni, ekki fyrir kannski upp út í jökul eða menn verður svolítið að meta þetta hvenær er verið að draga vandamálið lengra inn á fjöll, hvenær er bara einfaldlega betra að snúa undan og velja sér aðra leiðir. Og ég hef nú ekki sagt Hjaltasteini að ég ætlaði að nota þessa mynd í þessum tilgangi. En þetta eru sem sagt formennirnir, annars vegar Akureyri og hins vegar á Egilsstöðum. Og ég ákvað að setja þarna myndin tengist ekki drifgetu beint í þessari ferð, þessari tilteknu ferð. Heldur hún notuð svona vegna þess að eigendur allar bílarna sem sjást á myndinni eru heiðursmenn. Það er enda, ég svo sem þetta sem ég séð af skráningum, þetta sem ég þekki af fólki sem er skráð og er að koma með okkur, þá svona sýnist mér öllu að megnið af bílunum eru helvítið myndarlegir og stórir miklu bílar, en það er alveg skiljanlegt, þetta er stór ferð, þetta er alveg þung ferð að fara þó að það sé lítið snjór hérna fyrir sunnan. Ég hef ekki hugmyndu hvernig snjóalög eru til dæmis á uppi Urðarháls eða norða Vatnajökuls. Ég bara hef ekki hugmyndu það. Ég veit að það er svo sem ekkert rosalega mikið snjór við Dreka, en það er svona eitthvað. En við þurfum svo sem aðeins að hafa þetta svolítið í farteskinu með okkur að aðstoða hvern annan og passa okkur á því að við séum ekki dragplítar á sama tíma. Það er mikið svona spurt hvað er þetta að gera í kringum Egilsstaði, hvaða bíltúra er þetta að taka í kringum Egilsstaði. Og þarna langar með þess að forðast hjá ykkur svona hvenær menn ætla að vera komnir á Egilsstaði og hvenær svo menn ætla að fara aftur. Og eru margir til dæmis sem að sjá fyrir sér að vera komnir á Egilsstaði, já hvað maður segja, erum við þannig 15. morgun, er eitthvað sem ætlar að koma á Egilsstaði 15. morgun? Einn, ok. Við erum að vera komið på miðvikudagskvöld. Ok. Hafa 15 daginn til að fara í dagstur. Ok. Athyglisvert. Vonandi að þú getur þá komið með þá upplýsingar einmitt dagstur bæðinum. Já. Því hálendi er það náttúrulega. Ekki bara kemur ljós og það væri mjög gaman að fara hálendi, en ef það er rappa og svona, þá er ekki að fara. Þá get ég alveg keypt hljóðið. Alveg að reyna að krafta til það. Það er sem við ljós, við erum ekki búin að taka skála en einhverju. Nei. Það er bara yfir þá kveikistandi eða skjölu eða eitthvað. Er þetta bara kemur ljós eða það er sigur? Er það stór hópur sem að þessi bara, ok, það er bara flott að vita þessu. Segir það að tóilettin er ekki ég bara. Eru það margir sem ætla að vera komnir, hvað maður segja, þá á 50-daginum eða koma á Egilsstaði á 50-daginum? Ég að breyta þessu mér, ég komin á mánudaginn. Mánudaginn? Já, ég að fara inn í Kröflustal og skoða leiðina að fanga einnig. Já. Ég svo staðhaldari það. Já. Ég óspjallaði þig. Það er lítið gengi. Já, einn í hóp, 2 lest. Þetta lítur vel út. Það var gaman að heyra frá þér. Eina gengi. Eina gengi, já. En sko,
alltaf svo margir hins vegar að sko, að því að við erum með partíu á föstudeginum, alltaf margir að vera fyrir austan fram á sunnudag. Eru margir sem er að plana það? Eitt svoleiðis hópur. Þeir eru væntanlega 10 bílar eða svo? Meira, já, ok. Fleiri í svoleiðis pælingum? Það er kannski eitt sem ég vil skeita að á Facebook gerðum við hóp sem heitir Samferða í stórferð. Að ef þið eru viljugir einstaklingar, endilega deiliði ferðaupplýsingum. Því að það er gott að vita fyrir ferðahópa að vita af öðrum á ferðinni, hvaða leiðir fólk er að fara og kannski dettur fólki eitthvað í hug, hópar geta sameinast. Sumir eru kannski stakir eða vilja fara hálendi frekar en malbyggið. Einhver með þér í hóp, Guðlaugur, þú að reyna að draga malbygg og Krispirni langar á hálendi. Þá getur hann kannski slegist með öðrum hóp. Þannig að núna verður gott að byrja umræðan inn á þeirri síðu á Facebook og ég get aðstoðað ykkur að komast inn á þann hóp ef þið vitið ekki af henni. En afsakið. Það er flott. Það er að gera að krúka þessu saman og nota hópinn til þess að krúka saman svona þessa litlu hópa. Það er líka frábært að vita að fyrir kannski litla hópa að vita af einhverjum á undan sér eða eftir sér að það er mjög gott. En þetta er svona það sem ég ætla að tala um svona sem dagsrúnta í kringum Egilsstaði. Það er alltaf bara gagnið, hún er bara beintur ofan okkur. Og það eina sem þarf kannski að hafa í huga ef það er farið upp á Gagnheiði eða Fjarðarheiði að það er gönguskíðabraut sem er troðin sko norðan við veginn. Og hún er troðin ef á meðan gott veður að blæs ekki honum förum strax aftur, þá er þetta troðið og við ætla að skemmu það ekki neitt. En það er miklu skemmtilega að fara henni hinn aftur, að fara það upp á Gagnheiðina. Er þetta göngubrautin? Þetta er skíðabrautin, já. Það er mjög gaman að fara, kippið með eitthvað gönguskíðum, það er mjög gaman að labba þetta. Það Fjallaskarð, ég er með trökk að þessu dóti sem mega svo sem alveg verið eftir hérna. Ég er ekki hægt að koma því fyrir í einhverju fjalli eða einhverju hendanum. Það er hægt að deila bara GPS-skráni og það er bara hægt að draga hana inn á mapp.is. Við komumst það í áðan. Já. Ef þið eru með einhverju GPS-skrá, einhverja ferla, þá er bara hægt að draga inn á mapp.is og þá birtist á kortinu. Þannig að það er mjög handhægt. Kíkjum á það eftir. Já, ég get sýnt ykkur að... Já, þú verður að gera það. Við ætlum að skoða eitthvað. Já, það er mjög stofn. Svo því eins og bara Fjallæskar, fljótt að segja því að við erum með hús í Fóstri, í Fjallaskarði. Og það er svo sem alveg fínt að rúla þangað. Þetta er náttúrulega örstutt að fara í sjálfu sig frá veginum, þannig að það er ekki mikið mál að komast þangað. Ég reikna með að sé bara að keyra bara beint á augum í rauninni, bara það sem beygir út af veginu það sem skiltið er, keyrum við framhjá Vörðu og svo bara keyrum við bara heima skála. Ég býst við þessu hlið svona, það er búið að bruna gattur upp á heiði núna í einhverja viku eða svo, þannig að það er alveg örugglega ekkert mál að sprauta þetta. Svo ætla ég að minnast á Smjörvasheiðina. Við eigum hús þar sem heita Vaðlar og það er eina sem er það sem ég ætla að minnast á. Við erum að fara svona heimasvæðið hjá bónda á Hvanná og við erum bara að bera virðingu fyrir hans búskap. En annars að öðru leyti er svo leið í sjálfu sig ekkert mikið mál og ég er með trakkið henni þannig að hún má bara fylgja með. Þetta hús sem við eigum á Smjörvasheiðinni, það er sem sagt þetta er Fjallaskarð. Þetta var tekið í haust og þetta er svo á Smjörvasheiðinni og þetta hús er dálítið skemmtilegt. Þetta er endurbyggingahúsi sem var byggt 1906 þegar að símalínan var byggð frá Seyðisfirði til Reykjavíkur vegna þess að fyrsti sæstrengurinn kom upp á Seyðisfirði, það átti að byggja línu suður og þetta var byggt í þeirri framkvæmd. Það hafa væntanlega allir hérna inni heyrt af þessu og séð þetta hérna, hvað er að gerast í Dyngijökli
og ég rauninni búinn að vera að reyna að fá einhverja svona einhverja ekstra upplýsingar þetta svona án mikið árangurs. Ég fæ einhvern veginn bara, ég bara bent á að lesa þessar stendur á netinu og það sem til ykkur staðar og svo framvegis. Það þýðir það svona í mínum huga að menn kannski hafa bara sett allt sem þið vita yfir höfuð á spjallið. En ég hef aðeins svona spjallað þetta við mína ferðafélaga fyrir sunnana því að þetta gerðist síðasturinni áður en ég flutti austur. Ég hef aldrei séð þetta í rauninni. En ég fór að ræða þetta aðeins við þá sem voru að ferðast á þessum tíma þegar þetta gerðist síðast og þeir eru bara einfaldlega allir saman á því að þessi jökull, hann bara úr leik, hann bara úr myndinni, alveg. Það er ekkert sem heitir að fara þangað, það er ekkert sem heitir að prófa. Það sem að gerir það, hann molnar bara niður og ef það er að reyna til dæmis hugleiðis núna að það er að snjóa mikið upp á jöklinum sem að ég er að reikna með, að þá eru opna sprungur á honum sem við sjáum ekki og vitum ekki af og hafa ekki verið áður. Og það er unni trúlega þegar þeir eru margir hérna frá Selfossi og komum til okkar á blót í fyrra, sökuðu okkur það að vera að leiða okkur onni sprungur, eða leiða onni sprungur allavega. En það eru uppi hugmyndir allavega með félagsmanna hjá okkur að þær sprungur hafa orðið til út af þessu. Það sé unni partur af þessu gemi. Það opnaðist einhverstað sprunga sem að hefur ekki verið í gegnum tíðina og þannig að þetta hefur sannlega bara verið að byrja þar. Já. Þetta er að mista Lárus? Það viljum það ekki. En mér skilst það, er það ekki rétt hjá mér alltaf? Er ekki ef þið, það er að koma einhver að ræða meira við ykkur Dyngjuvöku? 2. mars á félagsfundi. Það kemur Eyjólfur frá háskólanum sem á að vera fróðastur sem formanni Jörvi Vatnajökull og fer yfir svona aðstæður og segir örugglega saman þú með Dyngjuvöku. Það megi bara taka nú leik. Það verður mjög gaman að heyra hvort þessi munur. Já, og við ætlum að reyna að streyma því og það mun ekki klikka. Jafn mikið. Þú er búin að læra á þetta. Já. Ein spurning, þannig að ef það er reglum að fara sem sagt austur yfir jökulinn þá bara þumalpurtareglan að fara suður fyrir Grímsvötn og bara í austur. Já, þú sér þetta skjánum, ég skilst að þetta séu appelsíngulega lína séu rauninni áhrifasvæði síðast. Bláa línan, eitthvað sem heitir Ísasvið Dyngjuvöku sem ég ekki hugmyndu hvað því, þetta er í huga þetta séu rauninni það sem maður myndi kalla vatnaskil af fjöllum. Og það þýðir það í mínum huga að þú þarft að vera að sunna við það. Sunna við bláa línuna. En það er mikið nær að spyrja þessa jöklarfræðinga, ég er rafvirki, ég veit ekkert einhverja sprungur í jöklum. En er ekki einhverja holu líka að sunna með þetta? Þessar? Þannig að þetta er svona í lágur. Það er þá engin vafi á því að því að það er nóga spurningu fyrir hérna jöklakallana sem eru að koma. Það er mikið nær að spyrja hann heldur mig. Það voru nokkrir kumparar af Suðurlandi sem fóru upp í Grímsfjall og gekk vel, skiluðu sér heim. Þannig að það er hægt að fara þangað allavega og þeir urðu ekki varið við neitt, svo ég veit. Þeir fóru ekki í Grímsfjall sko? Já. Þeir hefðu ekki hugmynd því sko? Það er kannski... Þess vegna slapp það? Það er svona ekki, þeir sögðu það sjálf. Já. Það er að segja okkur frá þessu. Það er að taka það vonum. En þetta er bara tekið af safe travel hérna, ég veit í sjálf sér ekkert þetta Ég með þess að svo sem ekkert mikið að flækast í kringum Grímsvötn allir öllum, þannig að það ekkert ekki sérstaklega vel En Heiðar, þetta setjum athugasemdir frá streymi? Já, það eru bara ummæli eða komment. Er það spegulega að varpa það? Nei, hún Laufey, hún hefur eitthvað mikla skoðanir á þessu. Já, hún getur ekki... Í Hornafirði? Já, með Skálafellsjökul. Ég veit ekki, ég var bara, hún getur sagt í spjallir og gleymist það. Já, hún kommentar og svo förum við yfir þetta á eftir. Við ætlum að klára bara kynninguna og svo tökum við umræður hérna úr sal
og svo förum við yfir streymið. Þá kemur eitthvað hérna sem að Laufey hefur mjög gaman að. En ég ætla að opna streymið. Hérna, þetta tekið af Seyðisfirði líka. Að leiðin Skolviðsjökul núna mjög hættuleg. Reynið ekki að fylgja henni án reynds jöklamanns, ökumanns með ítarlega þekkingu á þessu svæði. Ég setti hérna undir að ganni, það var örugglega gaman að heyra hvort að Laufey sé að hlæja mig núna sko, en hérna, þetta staðfest af Laufey frá Höfn í Hornafirði. Hún ræddi þetta á síðasta fundi með deildum og stjórnum. Ég veit ekkert hvort að eitthvað hefði breyst þarna síðan þá, ég býst nú eiginlega alls ekki við því. En ef einhver hyggur á það að langa ætla að fara þarna upp, þá er kannski einlegast að reyna að fá upplýsingar frá henni eða þeim á Höfn þetta. En í raun og veru í mínum huga þá er þetta í raun og veru bara úr leik líka. Sko. Þetta er einhverja leiðinni þarna upp. Allavega ég mæli með Heiði Laufey því að hún segist eiga þetta trekk Já. og þau eru að fara hún á morgun. Þannig að ef einhverju huga á það að þetta henni. Já, góði. Er þetta ekki jöklahöfði? Jú. Já. Hér er það út. Og þau eru að fara í stórferðina þarna yfir líka. Já, hún regnaði með því. Hvert er komin? Kverkfjöll, þeir sem hafa komið þangað og keyrt að húsi Jöklarannsóknafélags Íslands þarna uppi í Kverkfjöllunum. Keyra svona litla brú á milli Gengisvíksins og já, hvað maður segja, fjallsins þarna sem ríkur úr, ég veit ekki hvernig. Að þá er það þannig að þessi brú er raun og veru hrunin. Þannig að sú leið er ófær. Það er líka holt undir þessu. Já, svo er holt undir þessu í Þokkabót. Þetta er bara, þessi skýrsla, þessi mynd er síðan í ágúst og ég sá einhvers staðar eitthvað um það að þetta hefur bara versnað síðan þá. Þannig að það er ekki von neinu þarna í raun og veru. En það er svo sem á meðan enginn er að fara yfir Dyngjujökul þá er þetta sjálfsög ekki leið eins eða eins í sjálfu sér, ekki nema að menn fara að gera einhverja útúrdúra til að fara þangað. En það er allavega sem sagt, þá er þessi brúurinn alveg ófær með öllu. Og þeir tala um það að hún er sem sagt ófær bæði gangandi og akandi, það er alveg sama hvernig maður fer. Þetta er tekið upp úr skýrslu sem þessi Andri Gunnarsson vann í sumar. Og skilst að þessi mynd hafi verið tekin fyrir þá skýrslu og hann satt gaf út 2 skýrslur. Ég veit ekki, ætlið þið sé ekki með í bókasafninu ykkar á netinu allavega aðra skýrsluna, þau séu með báðar eða? Jú, ég get grafið hann upp og þessa mynd og allt það. Já, þetta er bara beint úr skýrslunni, þannig að ef að skýrslan er einhvers staðar á heimasíðunni þá var þetta gott að kynna sér hana ef einhver ætlar sér að skoða þetta. Þetta er eins og Dyngjujökull er, þá er þetta ekki til leiðinni fyrir einn eða neitt. Svo sem besta mál. Kárahnjúkastífla. Hún er ekki alltaf alveg sjálfgefin kostur. Þetta er náttúrulega leið yfir gilið, yfir jöklu, þannig að það er alveg gaman að fara þarna yfir. En þetta eru 2 stíflur sem að þarf að fara yfir. Þess að 3. stíflan, hún er aldrei neitt vandamál, maður fer bara fyrir neðan hana. Þetta er Sauðástífla. En þessar 2, það er annars vegar Kárahnjúkastífla, hún er sjálf yfirleitt ekki ófær. Það er yfirleitt hægt að komast yfir hana. Sjálfa stífluna, stóru stífluna. Hins vegar, þá er næsta stífla sem heitir Desástífla, sem er hvað maður segja, næst Snæfelli eða sem sagt, þegar við komum að heiman, þá komum við fyrr að henni, sko. Hún er yfirleitt mikið erfiðari, það er skefur yfirleitt upp á hana, og annarkvort skefur upp á hana bara svona, heldur áfram bara vængirnir út og skefur í svona hrygg upp á henni, eða eins og er núna, þetta er síðan síðustu helgi, þá er þetta bara svona einhella snjór yfir alla stífluna. Og ég ákvað að láta reyna á þetta, prófa þetta, og það kostaði einhverja klukktíma mokstur.
Af því að það sem gerist er það að maður bara rennur til, maður rennur skríður undan já, maður skríður sér bara niður snjóinn sko og lendir utan í vegriðinu og þá er allt komið í vandræði, þá er allt úr fast, allt stopp. Og maður á ekkert margar góða kosti þegar maður komir alveg inn í vegriðinu með bæði dekkin og hefur ekki beygjur. Það er ekkert hægt að hjálpa manni, það er ekki hægt að draga manni eða spila manni að gera skapa hlut. Ég fór ekkert lengra heldur en þetta. Ég satt bara fastur þarna og ég fór ekki niður fyrir. Þess að desástíflan er þannig að það er hægt að keyra niður fyrir hana og ef maður á annað fór kemst restina af leiðinni þá er hægt að fara niður fyrir þessa. Og það er aðeins bratt en það er yfirleitt alltaf að keyra þar. En svo er hitt vandamálið, síðasta vandamálið, það er á milli stíflana sem er svolítið utan í Kárahnjúkum sjálfum. Þar liggur vegurinn í sneiðingi og það er mjög tiltölulega tíð snjóflóð á þann veg sem að gera hann alveg ófæran. En þú veist, þetta er bara svona stundum og stundum ekki, maður veit ekki við hverju að búast. Ég segi hins vegar líka með Kárahnjúkastífluna að við höfum lent í því að það hefur verið vont að komast niður á hana, sem sagt að norðanverðu, þar sem að kemur niður brekkurnar. Við höfum lent í að vera skakast þar í einhverju hengju og eitthvað svona dóti, sko. Þannig að ef maður lendir í vandræðum á annaðhvort á milli stíflana eða já, í rauninni kannski fyrst og fremst á milli stíflana, þá er eins gott að maður eigi þokkalega leið til baka. Það er ekkert grín að vera fastur þarna á milli og þurfa að bíða vors. Já, ég ætlaði þess að kanna aðstæður þarna síðustu helgi og varði í einhverjum klukkstundum ég moka með lausan. Snjórinn er einhalla. Ég sjái hérna í hvaða vandræði ég hafa komin í. Ég hætti samt nógu snemma, sko. Ég hafði ennþá beygjur. Hérna er hjólförun. Sést ekki músið hérna. Hérna er hjólförun eftir mig. Framhlutin af framdekki voru aðeins frá, þannig að ég gat beygt bílnum og ég batt spilið í grindverkið hinum megin og spilaði bílinn þannig í beygju frá þessu stóti. En ég var að grafa með einhverja 40 cm niður á grindverkið hinum megin. Og þá er þetta orðið þannig að þegar maður er laus, þá er ekkert sérstaklega gaman að snúa við þarna. Bæði er þetta ekkert svakalega mikið pláss og þá er maður að keyra upp á og stoppar henni þegar maður stendur ofan á handriðinu eða vegriðinu. Þá getur maður bakkað og júgga þessu slíkt til. Þetta var engin sérstök. Það var ekkert sérstaklega gaman, sko. Og menn hafa verið að lenda í vandræðum þarna og ég fyrir skemma brettakanta og felgur og svona drasleikvað. Þannig að desástíflan það er hægt að fara niður fyrir hann og það er í sjálfsög ekkert mikið mál. En nú er ég alltaf búinn að rála svona það sem ég ætlaði að segja var svona neikvæða, sko. Þá ætlaði ég svona aðeins að tala bara svæðið okkar og þetta er rauninni sá hluti í jökulsinn sem við erum kannski helst að leika okkur á. Það er náttúrulega svolítið gaman að monta sig að því að þarna er náttúrulega algjörlega heilgrænn og fínn. Hann er tiltölulega ósprunginn og svona frekar skemmtilegur þannig lagað að flækjast á. Og svo hefur þessi leið þarna verið nefnd gullna hlið af Vatnajökli og það er ekkert alveg ástæðulausu. Þetta er bara tiltölulega átakalítið að fara þarna upp á jökul í rauninni. Þegar maður er komin upp á jökulinn þarna þá er maður bara komin á beina og breiða braut yfir allt. Hins vegar það kemur niður á Snæfellssvæðið, það sem tekur við þegar maður kemur niður á jökli. Þar maður aðeins svona að hafa huga við það sem maður er að gera. Það byrjar nú þannig að það er lítil á hérna sem rennur hérna niður, kemur gil hérna. Þar er gilið sem að fjallið er. Það er þetta, sama. Það er þarna. Það er ekki mús eða eitthvað sem Ég veit ekki hvort skjáin eftir að hérna. Það myndaðalega á þér en streymið er á skjánum sjálfum. Skjánum hvorum? Bara þínum. Þannig að það sem þú sérð, það er raun og veru glærukynningin er í kynningu og það sést. Ég veit ekki hvort að þið sjáu þau sem er streymið en það er svona, ok? Músin sést. Músin sést, ok. Það er á það aðeins til að safna upp krappi hérna, við þessa á hérna
læk hérna og ef við tökum hann hérna beint til móts við veginn, áðan til að safna krabba og hann fer ofan í gil hérna rétt neðar og þá erum við ofta að keyra svona svo að segja bara á gilbarminum, rétt fyrir ofan gilbarmina því að þar dreinaði sig tiltölulega hratt örugglega. Svo höldum við bara áfram hérna niður og raunin svo að við fylgjum slóðanum alveg hérna. Það ekkert alveg ástæðulausu sem við vorum að monta okkur að því að hafa stíkað þetta. Það svolítið bara fyrir okkur sjálfa því að hérna fyrir neðan eru ægilega fallega sléttur, alveg svoleiðis perfect sléttur til þess að taka og sprauta alveg gjörsamlega út af nú sko. En það hiti í tölvöld mörgum lækjum þarna. Þannig að þeir éta allar af sér, eða stór hluta þeim sem étur af sér og menn hafa lent alveg í gríðarlegum vandræðum þarna. Þannig að sérstaklega frá jökli þar sem að kemur hérna niður af hérna Þjófafellinu eða hérna, hvað helst músa núna? Músaveðar í þessi skjár hérna. Þar sem við komum niður hérna, cirkabát, eftir þetta hérna þá fylgjum við bara veginum alveg og erum svona hangandi hérna upp í hlíðinni. Það eru lækir hérna, sérstaklega þessi hér, hann áallir að vera svo derfiður og trúið mér, ef þið farið þarna niður það þið sjáuð hvað þessi sletta gríðarlega spennandi. En hérna, ef þið tekið hérna út á því þá annað eitthvað fljúið yfir hérna eða skiljið hásikæðar eftir. Fyrir neðan Snæfellsskálann þá svona bara fylgjum við veginum, sérstaklega hérna að þessum læk hérna. Það varða hérna, við þennan læk hérna, við förum yfir hann bara þar. Hann á það aðeins til að hlaupa upp þessu líka. Já, hún hérna líka, þetta múðalega, fyndið eitthvað. Þessi hérna á það aðeins til að hlaupa upp, blotna upp og vera leiðileg, en við förum bara yfir hana á vaðinu. Svo getum við farið hérna áfram og ef við höldum áfram veginn hérna þá eru ár líka hérna sem eru stundum erfiðar. Ef við höfum oft farið og förum gjarnan ef það almennilega vetur á borð, þá förum við leið hérna sem við köllum að fara vestur fyrir Hnjúka. Það þessi rauða leið sem ég teiknaði hérna inn á. Hún yfirleitt bara átakalítil og fín hérna þessi hér. Mjög fín. Nú ætlum við að hérna, prófa það sem að hefur að segja að setja trökkinn inn á mappkortið, en bara svona til gamans að þá þessi mynd hérna, hún tekin í dag í Fjallaskarði. Og pallurinn hérna, sem sést hérna, hann í sirka, hvað maður segja, svona tæplega metershæð, eitthvað laus. Það svona 3 þrep upp í einu pall. Þú bara að koma undan og bíta og móka og... Já, ég gerði það á þessum. Þetta svona klárt. Hvað þetta? Já, ég hafði séð þetta. Þetta kom seint, sko. Þú erum búin að fylgjast með þessu núna undanfæri, sko. Það bara búin að vera svona grasstoppar hérna uppi, sko. Varstu með minnisleikilinn? Sé að hérna að ég náði þetta í hina töluna. Kom þetta ekki á spjaldið? Það settur það þar. Já, Svona tema. Það hefur verið að bætast við, það hefur engu bæst við nú undanfarið og þegar hláka var sem mest heima, þá var bara að snjóa þannig. Og það að snjóa á Snæfellssvæðinu og það hefur verið að snjóa á jökli, ég alveg klár á því að jökullinn verður dálítið skemmtilegur. Já, ég sé þetta. Mér finnst það sko og það búið að vera frost, þú veist, á 13. vorum við að keyra bara, við vorum að keyra sko 80 milli hérna Laugafells og Fjallaskars, bara beint. Það ef þú kemur þetta á sumrin sko, þá sérðu það er ekki hægt að keyra 80 á sumrin sko. Það bara 13. gleðinni. Og hérna, þá voru topparnir upp úr sko, en það var samt einhvern veginn allt bara svo slétt skafið sko. Og svo hefur bæst í snjór og það hefur hert frostið, öll vötn hefur gattfriðin
Þetta er Pollasvæði, mjög blaut heiði í rauninni. Þannig að þessi heiði lítur vel út, ég get alveg sagt það. Sjá, nú ætti þetta að vera komið af trökkunum. Þetta er rönt í það og það sé ekki betra. En já, ég skil núna með músina. Það er kannski fínt að árétta að ég sé að Laufey, rétt og slett Aldís skrifar að Laufey og Hornafjarðardeild fer og skoðar aðstæður á Skálafellsjökli. Þannig að koma til með að koma náplýsingar hvað það var. Getur ekki bara sett það sama á alla skjái, Heiðar, þannig að ég Jú, ég sagði hann áðan, en ég bara veit ekki af hverju það breyttist. Svona. Er þetta ekki langt núna? Þetta lítur heldur út. Ég get taka orðið aftur. Þannig er enginn að hlusta mig. Ég er líka mjög gaman að tala, sko. Heyrðu, það er svona kannski fyrsta leiðin sem ég ætlaði að setja hérna upp. Þannig. Heiðar færi þessi trökk bara. Þetta er alltaf að setja þetta hérna. Þessi leið hérna, þessi ferill var til aðeins vegna þannig að við förum yfirleitt ef við erum að keyra hérna frá Snæfelli og yfir í Hveragil. Það er svona Appelsungulls sprungusvæði hérna. Þannig að við tökum svona sveig hérna inn á jökulinn. Þessi sveigur var kannski svolítið svona öfgakenndur. Ég man ekki alveg akkur þetta fór svona, hvort við vorum ætlum að fara eitthvað annað, eða ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var. Nei, ekki ég var á Mikki Dómsen. Ég man ekki hvort við hefum ætlað að fara keyra beint inn í Hverköll, fara sem sagt hringinn eða hvað við vorum að gera, en allavega þá tókum við það þarf ekki að fara svona svakalega langt á jökul. Við höfum bara verið að taka sveig hérna inn og hérna vorum við svona eitthvað að reyna að þusa í gömlu köllunum, að reyna að fylgja aðeins þessum sprungukortum, aðeins að reyna að forðast svæðin bara. Og svo tökum við land hérna og í þessu tilviki fórum við bara inn í Hveragil, böðum okkur. Þetta er trakk sem að verður þá í boði hérna, en það er eitt sem þarf kannski aðeins að hafa þá í huga. Þetta er lækurinn hérna, það sem krossin er. Krossin er hér. Hann ætti að vera hérna. Og í þessu tilviki þá keyrðum við hérna niður með læknum. Þessi þarf ekki, við höfum yfir keyrt bara veginn hérna, slóðan. En hérna, í þessu tilviki þá keyrðum við hérna niður á krossinu. Við erum búin að gera það í vetur líka, þannig að ég reikna með þessi alveg í lagi. En til þess eins og eða hér. Krossin, það er það. Það er það sem að fjalli lenti fram af. Hann er hann með þessum beigjanum. Hann er hér, já. Ég er ekki með staðsetningu á því alveg á hreinu hvar það gerist. Það var alltaf á þessu svæði hérna. Svo er þetta að fylgja þessum ferli hérna og þið sjáu það að við erum bara að fylgja veginum og þið sjáu hérna slétturnar sem við erum að missa af, sko. Þetta er ekkert alveg ástæðulausu sem við erum ekkert að flækjast þarna. Bara ekki neitt. Hérna við heldur upp í fjallinu, heldur inn á slóðanum. Hér er lækur, þetta er svona síðasti lækurinn eiginlega fyrir skálan Snæfelli. Þessi hérna hann étur alltaf af sér. Það þarf alveg að skoða þennan vel áður maður fer yfir hann. Það er háar skarir og tómt vesen ef maður fer niður. Hér er svo bara Snæfell, skálinn. Það er eiginlega sama með Snæfellsskálann. Það er yfirleitt langbest að keyra bara slóðina hérna og fara rétt upp á húsinu. Það er hægt að lenda í vandræðum með að keyra þetta svona svo við höfum gert hérna. Það er eiginlega ekki hægt að mæla með því að þessi lækir hérna eiga til að vera volgir. Þannig að rétt við Snæfell er best bara að keyra slóðina. Hún er langbest. Hún er svo öruggast, maður fer aðeins upp á smá mel hérna og svo tekum við bara lækinn hérna yfir og kemur inn að húsi. Því sem næst er að þessi Grjótá hérna, þar tökum við tökum hana bara beint á vaðinu, við erum ekkert að fara neitt fram hjá því. Og svo er það hérna sem við förum ýmist, sko, þá þetta sem kallast á að fara vestur fyrir Hnjúka,
eða bara veginn. Hérna hefur við farið eitthvað allt aðra leið þetta líka. Þetta er hægt ef það er nægur snjór. Þetta hérna eru svona öruggasta leiðin að fara. Það er ekki árið eða neitt í þeim dúr, þarna leiðinni. Ég setti líka þetta inn Fjallaskarð, það ganni. Hér er hægt að keyra á svona þokkalegu vetri, þá er þetta að keyra hérna bara beint í raun og veru, já þú veist, í sjálfu sér er ekki engin hiti en eitt eitthvað merkilegt hérna á þessari leið hér og við höfum farið hérna greinilega hérna vestur fyrir Þrælahálsinn og þaðan inn í hús. Þessi heiði er í sjálfu sér bara fín, maður bara getur keyrt hana í sjálfu sér nokkurn veginn svona sem maður vill. Það er hérna fram á heiðinni eru leiðenda ár sem að ég veit ekki svona hvað á að því ekki bara að sé hérna. Og það er eitt í því, við höfum yfirleitt vanið okkur á það að ég ætla að mæla með því að yfir Eyvindarána, það sé bara farið yfir Eyvindarána á vaðinu sínu, eða svona sirkabát við vaðið. Það eru hengjur hérna sem er hægt að fara fram á og lenda í einhverjum vandræðum. Það er alveg hægt að fara hérna, að hanga einhvern veginn upp í hlíðin hérna, en það er langbest að muna það bara, ef maður ætlar að fara í Fjallaskarð, að taka þessa Eyvindará bara beint á vaðinu. Það er öruggast. Ef einhver ætlar að gera skreppu í Fjallaskarð, þá eru allar líkur á því að afleggjarinn er hér, hérna. Hér er varða. Ef maður kemur fram hjá vörðunni, þá kannski, ef maður er ekkert endilega að leika sig að því að fara yfir þessu vötn hérna, ég hef aldrei séð þau opnast af þessu. Héðan, bara tekum maður bara stímið beint á milli fjallana. Þess að tveggja hóla hérna, Eyvindarfjallara. Það er húsið. Og bara sprauta maður. Þetta er alveg skemmtilegt svæði og sérstaklega á þessum tíma. Og eins og það er búið að vera núna, þetta er frekar blaut heiði og það er búið að vera frost. Ég hef enga trú á öðru en þetta sé bara lokað, allt saman. Það sé bara slétt. Einn spurning varðandi heiðina, er búið að snjóa það mikið að allt grjótið komið á kaf? Nei, maður má ekki loka augunum alveg, sko. Það er keyrið með augun opinn. Þá eru einhverjir hérna sem að sjá fyrir sig að lenda í Kverkvöllum og keyra þaðan eitthvað áfram. Já, ok. Ef við komum að haustunóttina miðvikudagskvöldinu í Kjallanesskóla, þá ætlum við að haustunóttina að keyra þaðan í Fjallaskarð. Já. Það er fimmtudagskvöldið. Ok. Og við líklega búið fram í Hveragili og Íbúðarvöku, það er hvaðan að. Það verður bara aðstættu veðrum og vindum og stemningu. Já, það er nákvæmlega málið. Þið gætu lengt tómur hremmingum á stíflunni ef þið farið þá leiðina. En þú væri frekar að þetta var það, sko? Já. Þetta er svona meira seið, sko? Já, akkurat. Eða þetta tala um eitthvað segið þessu, sko. Já, ég er samlega, það er sennilega skást, sko. Við eigum knappar yfir og við erum bara að... Já, akkurat. En frá henni Sigurðarskála þá erum við yfirleitt bara svona í eðlu árferði, þá erum við bara að fylgja slóðinni hérna í gegnum hraunið og hérna niður í rauninni, já, svona nokkurn veginn, eða mikið snjór, það erum stundum að lega okkur að fara hérna út á, en allir öfnum þá erum við bara nokkurn veginn á slóðinni. Þetta á talum gegnum hraunið, það sem að kom með okkur fyrra, gegnum hérna. Það er styttingu. Nei, það er alltaf annað. Ég er ekkert að vera að mæla með því núna, það er örugglega ekki nógu mikið snjór í það. Það var ekki snjór fyrra. Nei. Já, akkurat. Ég er ekkert að fara að mæla með þeirri leið hérna, alls ekki. Hún er búið að falleg, sko, en skemmtileg, en... Er ekki gott að fara brekkuna hérna síðustöðuna við skálann? Nei. Það var ekki bara lóðrætt niður. Já, akkurat. Nei, það er náttúrulega bara hraun, bara alveg út í gegn og hérna.
auðvitað að gera feila og alls konar rugl, þannig að það er ekkert, ég held að það sé alveg óhætt að segja að við sem miðað við þá leið, sko, þegar það er bara mikið snjór. Keyrir bara veginn, já. Hérna höfum við verið að fara nokkrar leiðir, og það sem við gerum gjarnan er það að þegar við keyrum úr Kverkfjöllum, þá erum við að keyra mjög gjarnan, sko, eða keyra í eða úr Kverkfjöllum, þá förum við gjarnan, sko, bara upp á í hérna Grágeisadal eða heiðina þar fyrir ofan og keyrum síðan bara niður annaðhvort yfir stíflu eða bara niður á brúaröræfinn í rauninni. Og það er ekki sumarleið í rauninni, það er ekki sumarfært í rauninni yfir Kreppu og Kverká hérna uppi. Þannig að þetta er eingöngu hægt á veturna. Og það eru tvær leiðir sem ég setti hérna inn. Það er annars vegar þá höfum við verið að fara hérna alveg hérna inn undir Lindá, ég veit ekki hvenær þetta er eitthvað misgömul trökk hjá mér, ég veit ekki hvaðan þetta kemur. En Lindáin hérna við Hvanárlindir er þannig að ef við sjáum í vatn, rétt að sagt að er eiginlega ótt að segja þannig bara að hún er aldrei held. Það er bara regla. Og meira að minna alla svona stærstu vandræðamyndirnar sem ég sjáið á okkur á austan, þá er það einhver sem hefur ekki trúið þessu. Ég á nokkra myndir á bílum hérna í slæmu ástandi. Geturðu sýnt okkur hvað ríkið er á brotnum hérna? Sko það er? Á steininum? Nei, á hérna. Það er við uppdýpinga. Já. Nei, ég get eiginlega ekki sýnt þér það. Ekki almennilega. Það er á þessu svæði hérna sem ég hef ekki farið á sjálfur einu sinni. Já, rétt neðar það ekki, þetta er ekki hérna einhvers staðar. Það voru ekki allir hérna að því. Rotað á vegginu. Málað á berginu. Þetta er þetta mjög flott sko, þetta er gert það. En allavega, við erum að fara svona cirka 2 leiðir hérna niður og það er annars að förum við hérna niður svo Lindá og auðvitað er ekkert mál, það er alveg hægt að keyra bara slóðina, er svona gott sem slóðina ofan í Möðrudal. En raunin er svo að ef það er einhvers staðar hægt á því að hlaupa upp í Grapa hjá okkur, þá er það þar. Þá er það í gegnum hraunið þetta á leiðinni inn í Möðrudal. Það er svona eiginlega kannski svona, það er eiginlega svona sísta leiðin sem við förum. Það er eiginlega kannski fyrst og fremst út af því. Það er bara leið og sólin fyrir að skína og raunin byrjar að standa upp úr. Þá bráðnar það niður undir snjóinn og hann er að fara að koma okkur óvart. Jafnvel í brunagatti með krabba. Þetta er ekkert öll áraun sko. Þetta er bara svona það svæði sem við kannski notum síst í rauninni í þessum tilgangi. Það er alveg hægt að fara þar. En við förum hérna inn í Hvanárlindir, keyrum hérna inn að Kreppu og það er yfirleitt að fara yfir Kreppu hérna. Maður lendir svona ofan í botni hérna svona með fullt af álum og hérna Kreppa og Kverká og sérstaklega liggur hérna rennur mörgum álum og alls konar dóti. Þetta skipti hérna yfir í Myndaganni. Nei, skipti yfir í eitthvað allt annað hérna. Þetta er svona. Við höfum gjarnan farið þarna yfir og við erum yfirleitt að lenda í einhverjum álum þarna sem eru opnir. Og það er svona, erum við yfirleitt alveg í lagi. En svo þegar við gerum þetta þá förum við oft upp hérna, þetta hérna hefur fengið nefnið Gróttaskarð. Það er Gróttagengið hjá okkur, þetta var skýrt í höfuð á þeim. Það var að Völundur gamli hérna sem var í Grágeisadal. Hann horfði á ljósin hérna að koma og það er helvítis Gróttarnir að koma núna. Þá fékk þetta nafnið Gróttaskarð. En svo er önnur leið sem er í sjálfsögðu hægt að fara líka og það er með því að keyra hérna inn í átt að Hveragili. Bara slóðin inn að Hveragili og beygja svo leið hérna.
Það er eiginlega sést nefnilega ekkert alveg almennilega hérna hvað er verið, ég ætla að sýna ykkur aðeins betri myndið þessu eftir. Hérna var farin smá út úr. Þá er hægt að fara hérna yfir, fyrir hraunir hérna, þetta hérna er hraun, þetta hér. Og þá er hægt að fara yfir Kreppu og Kverká hérna í sikkur lagi. Við höfum bæði farið hérna yfir, við lentum ykkur smá brasi hérna í fyrra, en þarna er bara spurning að finna sér einhverju leið yfir ána. Við höfum farið hérna, við höfum líka farið hér yfir, en það er bara að leita að góðu leið, bara að bankara vel áður og prófa. Áin er ekki, þetta er ekki skaraðis á þarna á þessum tíma. Þá er svona grottalega á sumrin, þá er þetta engin sérstök, ekki tannilega til að fá að gera yfir vetrartíman. Og þá förum við hérna og hér er yfir betra á yfir Kverkána. Betra að fara hérna yfir og hérna erum við svo bara komin upp á sömu hæðina og hérna þessi brú og rauðrafi hérna erum við bara keyrað þannig að við bara tökum ekki stímið á vatninu. Það eru svona sögur að því að þessi vötn hafa gefið eftir og hérna, það er ekkert gaman. Þannig að maður bara tekur ekki stímið á þau og bara keyrir með þau, bara alveg sunna á sjö. Þarna er þetta að gefa. Eða snjór, annað borð. Hérna höfum við bara farið yfir, nei, þetta er Sauðastíflan hérna. Þetta er Efstastíflan. Það er ekkert mál, vegurinn sjálfur liggur fyrir neðan hana. Það er ekkert mál að keyra þar. Ef það er snjór, þá getum við alveg skeyrt bara hérna, skiptir engu máli. Það getur vel verið að sé eitthvað ofan í botninum, eitthvað smá lækur, en þá bara bröltum maður yfir hann og heldur áfram. Ekkert mál. Þetta er Stórastíflan hérna, sem ég var að segja frá áðan. Hér höfum við verið í vandræðum með lent í að fá hérna, við vorum með hengjugtum hérna, það er svona fórnuðum eitthvað 2 bílum í það að fara niður og sjá hvort það verið fært. Og svona lánaðist að muna eftir að skilja eftir einn uppi sem áður spil. En það slapp alveg til, það var ágætt að fara yfir og það er yfirleitt ágætt að fara yfir þessa stíflu hérna. Hér í þessu sneiðingi er að falla snjóflóð, bara ofan flóðurinn, alls konar og stífla veginn. Og maður vill ekki vera að taka séns á þarna á einhverju hliðarhalla og einhverju rugli, því að það er náttúrulega bara beint ofan í pollinn ef allt verður á versta veg. Þetta er svo Deysástíflan, hérna satt ég fastur. Og leiðin framhjá er í raun og veru þannig að maður keyrir bara upp hérna þennan veg hér og þessi vegur er í raun bara hérna, slóðin er hérna og brúin hérna yfir, hún er merkt með 2 stikum sem sjást alltaf. Það er 2 rör, minni þessu 2 rör sem standa svolítið hátt upp. Og svo tekur bara við svolítið brekka hérna upp. Það er bara að láta á vaða. Ekkert í sjálfu sem merkið þarna, við eigum þetta fullt af spólvídeum þetta upp þessa brekku. Önnur leið hérna niður er síðan bara að fylgja slóðinni hérna bara beint niður í Jökuldalinn. Það er ekkert mál. Eða rétt að sagt, jú, það er alveg heilmikið mál, en ég sé það ekki. Það er þetta að fara hérna Sko, megnið af leiðinni er tilsvöða slétt. Það er hérna með fer hún í dalinn hérna, sem er nú Laugavalladalurinn hérna. Þessi hérna á aðeins til að vera leiðilegur. En þú veist, það er bara smá hnoða og svolítið leiðilegt oft að komast upp úr hérna meginn. Þetta er kannski þetta að segja, sé svona torfærin aðeins að leið. Svo er bara slétt þarna og maður getur keyrt þarna inn í Sæmundasel eða brú eða hvert sem er. Og ef maður fyrir þessa leið hérna, þá er þetta mjög til að fara í bað hérna í Laugavalladalnum. Það er hér, fossinn. Við höfum líka, já, hérna er með drakkaði hérna, þá höfum við líka farið frá Grágæsadal sem er það unni hér. Þá höfum við farið frá honum unni, nei, hann er hér, myndi ég. Þá höfum við farið frá honum unni og beint inn á Mörðudarsleiðina. Þá komum við hérna, það er bara þessi Arnardalsleið, þetta er bara vegur sem eru sjálfsög fær á
á sumrin og ekkert mál að keyra. Og við höfum gjarnan farið þessa leið líka, þá losnum við mikið til hraunið á leiðinni. En ég ætla að sýna ykkur aðeins þetta hraunið á þessari, hérna við þetta vað hérna sem við erum að glíma við. Það sem sagt, við höfum stundum farið yfir kreppu hérna. Þá kemst maður vel yfir ána hérna og fylgir þess hérna, keyrir bara ekstra hérna upp á. Og þá höfum við verið að paufast yfir hraunið hérna og þetta er alveg töluvert gróft hraun. Ég keyrt nokkrum sinnum yfir þetta og svo fór ég að skoða þetta sumarlægin. Ég er ekki viss ég keyri yfir þetta aftur. Eftir að hafa séð þetta. Þetta er andskoti hvasst. En ef það snjóa vel þá er þetta svo sem alveg hægt. Svo erum alltaf komin Nokia núna, þannig ég veit ekki, kannski gerir þetta aldrei aftur. En með því að fylgja hérna samt sem áður, þá er hérna pínlítið haft sem á það til að snjóa er bara í kaf. Þetta er haftið sem var verið að reyna að taka hérna, en hérna var hliðarhalli. Það var bara svona slétt skafið hérna einhvern veginn upp niður í einhvern læk hérna. Það var ófært að keyra hérna yfir, þá þurfti að paufast yfir hraunið hérna. Og það var einhverju konur með hasperur í hringvöðan eftir þennan bíltúr hérna yfir þetta hraun. Þetta var hérna ansi áhugavert. Þennan dag var ég ekki á Nokia og ég held það bara mjög gott. Síðasta sem ég ætlaði mér að hafa hérna í þessu geimi, hérna í Fellurgarð, eftir við komum hérna. Þetta er Jökuldalurinn, þetta var þjóðvegur 1, Jökuldalurinn og við bæinn Hvanná 2, þar er lítið hlið sem þarf að fara í gegnum og ef maður fer í gegnum þetta hlið og heldur áfram hérna upp þá endar maður á Smjörársheiðinni eða þetta í húsinu okkar á Vöðlum, Smjörársheiðinni og þetta er eldgamalt trakk hérna, ég man ekki eftir að hafa farið þetta neitt síðan sko, þetta er síðan 2008 held ég. En ég á nú ekki vona að það hafi breyst mikið og ég hef ekki beint áhyggjur af þessa heiði. Þetta er yfirleitt snjóþung heiði, þannig að það er svona, alla jöfnum er áskorun að komast þangað og yfirleitt bara tiltölulega gaman. Þannig að þetta er alveg svona dagsflútur ef einhver hefur áhuga á því að rúlla þarna upp. Og svo er ég með hérna líka trakk bara af gagnheiðinni. Og þetta má alltaf bara koma með þá ef einhver ætlar að ef einhvern vantar svona létta rúmt til dæmis á milli hlið af höstudeginum eða eitthvað svona aðeins bara smá geim, sérstaklega að það verður gott veður, þá er gaman að fara hérna upp af því að útsýnið þarna er alveg svakalega flott. Að keyra upp á gagnheiðina og skíðasvæðið er hérna beint á móti í rauninni, það er alltaf þess að ég get að segja hér. Skíðasvæðið þekkist á því að það er sem sagt farið út á skíðasvæðið á móti útilistaverki sækið að seinna. Við sjáum það þá bara þegar við komum okkar. Það er þetta undirstöður undir hús sem að húsið var tekið og svo átt að sækja að seinna undirstöðurnar. Þær eru hérna þá. Og ég veit ekki hvað er þetta að segja um þessa heiði. Hún er svo bara þannig að það eru bara gil og hengjur og dót á henni en það sem að svona færi gefur það er bara hægt að keyra. Það er slóð upp, já, við kannski erum ekkert að fylgja honum endilega. Hann er hér. Og þetta er mastrið á gagnheiðinni og svo er hægt að fara hérna út, áttast að hafa þetta með leiðin út á Heiðanhjúk sem er nú kannski orðið lítið merkilegt fyrirbæri sjálfs í dag. Ég veit ekki hvort það sé hér eða hvað við fendum með þetta. Þetta var einu símamastur fyrir Mjóafjörð. Ég veit ekki hvort það sé nokkuð skapað hlutur þetta, þetta var ekkert í gangi ennþá. Ég ekki komið þetta í Háanski. Síðast ég kom þetta var ábyggilega með Jóni Guðmundssoni.
2008? Já, jafnvel fyrr. Það er fyrr, sko. Maður sér niður í Mjóafjörð. Já, maður sér nokkuð svo skemmtileg von í Mjóafirði, sko. Hvað með leiðina sem liggur í norður frá þess að leiðinu niður á Seyðisfjörð? Þess vegna maður getur sko séð alveg niður í Lóðundalur. Það að fara hana mikið núna. Ég hef ekki verið að prófast þar og eina sem að ég náttúrulega vil svolítið hamra á að þetta skíðahræði sé dálítið, sko. Það einhver slóðar hérna og ég veit að félagar mínir voru að tala um það að það verið sniðugt að sérstaklega fyrir þess sem í 800 hestafla hópnum, sko, að gefa þeim þokka því að fara á bjólfinn, sko. Það ekki fara langt. Það alveg að keyra hérna alla heiði. Það gil hérna sem heitir Gilsárdalur. Það eru fossar hérna einhvers neðarlega held ég í honum. Eins og ég hef eiginlega bara svo lítið spáð í þessu hérna. Þetta svona svæðið sem ég smala, sko. Fer og lítið hérna veturna, fer lítið úr þessari átt. Það eru gil hérna fossar sem hann hafa verið lítið tæpir að fara fram af. En annars alveg að keyra hérna, ef maður sér þetta í lagi, þá svo sem bara alveg í lagi að keyra hérna, þegar maður hérna yfir og keyri hérna fram eitthvað. Ég sé svo sem ekki neitt af því. Það heilmikið að sjá hérna svona. Ef að menn vilja það. En ég held að ég sé það. Sko, vandamálið bara, já, ég er svo sem alveg búin að ræða það og hvetja menn til þess að fara í bíltúr. Og ég held að menn sé alveg heiti fyrir því að hreyfa sig eitthvað og gera eitthvað og það verður þá kannski gert svolítið þannig að við erum alltaf ekki svakalega margir sem erum að flækjast eitthvað þannig að og ef svo ber undir að það verði gott veður og gott færi og verði gaman að fara eitthvað þá eru alltaf fleiri staðir heldur en þarna en til dæmis náttúrulega alls ekki hægt að mæla með því að fólk verður að flækjast ofan í Egilssel ef það eitthvað að veðri eða skyggni. Þangað fer maður alls ekki ef það er eitthvað að skyggningu sérstaklega. En ef það er gott veður og gott færi, þá er alveg svakalega gaman að fara þangað. Egilssel. En hvað maður að fara frá Öxi inn í Egilssel? Það alveg að tátt fram af. Þetta í sjálfsög, sko, það í sjálfsög ekkert gaman að fara í Egilssel, sko, nema að sé gott gaman að sjá, gaman að horfa yfir og til þess að skoða allir með eins og Drollakrókana og þessa staði. Það ekkert varið í það nema að sé gott veður. Meira svo sem á ég ekki til, þannig að það er spurning hvernig við að hafa okkur í framhaldinu, hvort það séu mikið að spurningum. Já. Hérna frá ykkur eða? Já, á leiðinni vestur. Ætli að sylgja bara þessum trökkum hérna upp í Kverkfjöll og þaðan hérna og hér yfir. Nei, ég grunast. En ég ætti að vona einhverjum viðbröðum. En það væri þá hægt að fara Vonaskarðið væntanlega. Ef þú hefur skoðað skráningarnar frá okkur í setrinu þá sérðu að þetta ekkert sérstaklega tíðarferðir. En sko við yfirleitt eigum við tiltölulega góða leið yfir hérna Dyngijökulinn. Við höfum verið að fara hann niður frá Kistufelli. Þá erum við komin í Gæsavík og þá erum við komin alveg á Bræmstad að halda áfram og klára leiðina inn í setur. En sú leið úr myndinni í dag. Þannig að í dag færi maður sjálfsagt bara Urriðahálsinn og Færi við milli Dyngijökuls og Hrauns eða færi við út úr Hrauni eða Hólmhrauni eða? Það veit ég ekki. Ok, geggjað. Sköpum við Þetta blautt á veturna, hérna hjá Dyngjusand og jú, þetta heldur blautt, ég man, það voru manna í smá vesinni. Það verður að fara þarna á milli með það mjög eða það út úr Hrauni eða? Já, ég ætla að það sé ekki betra sko, að fara inn að dreka og reyna einhvern veginn að klóra sig hérna á vestur. En
Bara kjöra ævintýri. Sko, þeir voru eitthvað að tala um það að hérna, þeir sem alltaf þessu að flækjast hérna, sko, það var líklegast að fara henni hér, var hérna beint yfir. Meðfram hérna í Svartáni og þar yfir. Já, norður fyrir það. Þessi leiðin á Reykjavík það er snjór til að fara að ræða. Ég hef bara aldrei það, ég hef ekki hugmynd það. Þú bara skjótt og segðu mér svo. Ég veit að það var að ég hringdi í Þórir í fyrra og spurði út í þetta, sko, hann sagði að það var bara að það er nóg snjó. Það var að líka við fólksflakka. Og svo stóðst þessi síðustu burtu. Já. Það var stærð og þessi snjó og stemmingu og Já, það er alltaf í sjálfu sér sko hraunið hérna norðan við Hólahraunið sko, eða þú veist, svæðið norðan við Hólahraunið er alltaf andskotu gróft sko. Dyngjusandurinn þetta sem að þetta breyttist náttúrulega pínlítið hérna, þetta lítur út hérna. Þetta leiðaval hérna breyttist svolítið og það sem að vera að keyra hérna sko, alltaf sé ekki hér, að þarna keyrði ég á Nokian og það var ekki gaman. En það var eitthvað sumarlega, en auðvitað snýst þetta bara hversu mikið snjór er þarna yfir, sko. Það veist ekki snjó lengra en 4 ára. Nei. Þú slóttir fyrir okkur. Ég veit náttúrulega bara að hálendi norra Vatnajökuls er sennilega bara þurrasta svæðið á Íslandi. Það var kannski bara best að árétta að hoppa hérna inn á síðuna og kannski eflum til smá spjalls ferðaval, myndir, uppfærslur af fjöllum og hvernig það fer. Við höfum ekki bara slaufa. Ég sá að það var ekkert inn á streyminu neitt umfram að Hornafjarðardeild verður á fjöllum helgina og þá kom